Gott fólk, við erum bara að hefja þennan fund og við ætlum bara að gefa fundarstjórnunum Margréti Steinunni orðið. Gjörðu svo vel. Komið sæl og verið velkomin. Heyrðu það ekki? Ok, komið sæl og verið velkomin á framboðsfund. Hingað komið fulltrúar þeirra flokka og framboða sem bjóða mun fram í alþingiskosningunum 29. október næstkomandi. Segja má að þessi framboðsfundir marki upphafið að lýðræðisvikunni í skólanum sem hefst formlega í næstu viku og lýkur stuttakosningunum í skólanum fimmtudaginn 13. október í næstu viku. Margir framhaldsskólar eru þátttakendur í þessu verkefni þar sem markmiðið er að auka lýðræðisvitund ungs fólks og efla kosningaþátttöku þess. Formið á þessu er þannig að hver flokkur flytur framsögu í 3 mínútur og við biðjum fulltrúa þeirra að vita þetta tímamörk. Tímamörk er hér og lætur ræðunum vita hver 1 mínúta er eftir að ræða. Síðan verður opnað við spurningar og við nefnum getið spurt fulltrúa flokkana það sem liggur okkar að hjarta. Við höfum hugsað okkur að allir fulltrúar fái að svara og við 1 mínútu til þess og hljóðneminn gengur milli þeirra. Og við skulum bara byrja fundinn. Fulltrúar kynna sig og sjálfur og við byrjum á alþýðufundinum. Góðan daginn. Fundarstjóri, nemendur og aðrir gestir. Ég heiti Björgvin Rúnar Leifsson og skipa annað sæti á lista alþýðufylkingarinnar í Norðausturkjördæmi. Það má segja að stefna okkar kristallist í 3 orðum: félagsvæðing gegn einkavæðingu. Og með félagsvæðingu meinum við andstæðuna við markaðsvæðingu, að það er að segja það á að taka viðkomandi starfsemi úr rekstri þar sem að fara að borga einhverjum gróða og reka hana í staðinn af samfélaginu sem þjónustu við samfélagið. Til þess að ná fram félagsvæðingu í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og svo framvegis, þá þarf að byrja á því að félagsvæða fjármálakerfið og með fjármálakerfinu er átt við að hið opinbera á að reka banka sem veita lán og aðra fjármálaþjónustu án þess að taka við gróða, þar að segja að taka til dæmis ekki vexti af lánum og þar með verða húsnæðislánin viðráðanleg. Við lítum á menntun sem hluta af lífsgæði sem allir eiga rétt á og þess vegna á menntun að vera samfélagsleg verðmæti en ekki markaðsvara sem einhverjir geta grætt á. Við viljum ókeypis skólagöngu á öllum skólastigum fyrir alla aldursflokka og það þýðir að við viljum opna aftur fyrir fullorðið fólk aðgang að framhaldsskólanum. Við viljum afnema tengsl Rafmagnsins íslenskra lánsmanna við bankakerfið þannig að rafmagnssjóður verði félagslega rekinn og peningarnir sem að lána komi úr samfélagslegum sjóðum en ekki frá bönkum. Og námslán eiga duga fyrir framfærslu og við viljum að þau, eins og önnur lán í félagslega reknu kerfi, verði vaxtalaus. Við viljum frammistöðutengda lánaniðurfellingu og að námi loknu verði eftirstandandi lán fryst í 10 ár en fellt niður af þeim tíma. Niður af þeim tímaliðinu fyrir fólk sem hefur starfað þann tíma á Íslandi. Og í fyllingu tímans viljum við taka upp námsstyrkjakerfi. Ég hef kennt við framhaldsskóla og verið stjórnandi framhaldsskóla frá 1979 og í hvert skipti sem á að gera list og verknám með herrundir höfði, hvað gerist? Jú, það kemur ný námskráleiki peningar. Við viljum stórauka framlög til list og verknáms enda er það forsenda þess að fögur fyrirheit námskrána geti ræst. Við vitum að tillögur okkar í menntamálum kosta peninga en við erum alveg sannfærðir að það muni margborgast til lengri tíma litið og við vitum hvað við ætlum að taka þessar peninga. Við ætlum að taka á fjármálakerfinu sem við viljum félagsvæða svo að verði rekið sem þjónusta hins opinbera við fólk og fyrirtæki en ekki í gróðaskyni. Það er að segja að brot af þeim peningum sem í dag renna til fjármálakerfisins, mestmegnis í formi vaxta, myndi auðveldlega borga endurreisn menntakerfisins auk margra annarra innviða þjóðfélagsins. Og þar með tímum búin, takk fyrir. Góðan daginn, öllumur. Ég heiti Preben Jón Pétursson og er oddviti Bjarta framtíðar.
Ég hef oft velt fyrir mér hvers virði er Ísland. Hafið þið hugsað þetta? Er hægt að setja Ísland í peninga? Hvað kostar Ísland? Ef það var hægt að setja Ísland í peninga, myndu við selja? Myndu við selja Ísland? Eða ekki 100 milljónir á kennitölu? Allir? Myndu við selja? Ef við myndum ekki selja, og viljum ekki selja, þá er ágætt að velta fyrir sér, af hverju viljum við ekki selja? Hvað er það sem við stöndum saman um? Hvað er það að vera Ísland? Hvað er það að vera frjáls? Það er fullt af fólki í þessu landi sem er búin að setja peninga á Ísland. Það er að hagnast á Ísland. Það er mjög ríkir, ekki mjög ríkir, það er ógeðslega ríkir. Tækifæranum er ekki deilt jafnt út. Það er ósætt í landi. Við erum að rífast hina og þessa hluti. Þjóðin margklofin, að því að vera að telja ykkur trúum hluti, það skipst á kannski ekki raunverulega máli. Á meðan er verið að taka landi meira og minna frá okkur. Auðlegðir Íslands, ráðum við yfir þeim? Auðvitað ráðum við yfir þeim. Erum við að gera eitthvað í því? Nei. Að því að búin að telja ykkur trúum það, að við höfum það bara helvið í. Það er ekki allir virkir í samfélaginu, það er ekki allir að taka þátt. Sumir hafa bara ekki tækifæri til þess, eða vald til þess, eða valda meira fólk. Við viljum virkja alla einstaklinga í samfélaginu. Þannig verðum við sterk samfélag. Við viljum meiri fjölbreytni, við viljum meiri sóun, meiri stöðugleika, minna vesen og miklu meiri sáttu hlutina, góða saman með það. Við erum endalaust að rífast um það hvort talan 9 sé talan 6 eða hvort þetta sé talan 6. Við þurfum að skilja hvernig hinn hugsa til þess að geta leyst málið. Og þá kemur ekki með fyrirframótaðar skoðanir að málinu og segir þetta er nú á málið. Við þurfum að sýna öðru skilning og rétta við þannig getum við lista. Viljum við þetta ástand áfram, þá skulum við ekki kjósa Bjartrar framtíð. Viljum við breyta þessu, leita jöfn tækifæri til þetta, rétta samfélagi við, virkja alla, þá kjósa við Bjartrar framtíð. Takk fyrir. Fundarstjóri og ágættu fundarmenn. Sigurður T. Eiríksson og er fyrsta sæti fyrir stjórnmálahreyfinguna Dögun, Norðvesturkjördæmi. Og svona, að taka aðeins við boltanum, það var mjög margt gott sem Bremi sagði hérna, ekki þú þessum Bjartrar framtíð. Að staðan það með mig að ég á 4 börn og er ánæglega eldgamall, rúmlega 50. Og búin að vera eins og manneskir af minni kynslóð, búin að vera að borga skuldir, bátti nánast alla mína ævi. Með verðtryggð lán sem er svona séríkstefnfyrirbæri, því þekkið að það er vantanlega vel og hafi verið farið yfir í húsum tímum. Og 4% vexti, sem eru svona, ef við tökum það saman í nágrannalöndin, svona 8-10 sinnum herra heldur meira nágrannalöndunum í vöxtum. Þannig að við kaupum okkur ekki 1 hús ef við kaupum hús, heldur kannski 3-4. Ég myndi alltaf ráðleggja ykkur og börnunum okkar, mínum, að fara úr landi frekar en að setja það hér. Því að önnur lönd eru líka einhvers viti og það eru miklu betur lífskjör í nágrannalöndunum, þetta er ekki. Þannig að ástæðan fyrir að ég er í framboði og við í Dögun erum svo að þessi stöðuleiki og þetta góða ástand og þessi hagvöxtur og þetta sem að menn eiga eftir að þetta sem eru við stjórnvölinn eiga eftir að guma af núna, allur þessi hagnaður og all þessi góðu lífskjör, þau eru bara hluta þjóðarinnar. Það eru 100.000 Íslendingar sem eru með neikvæð eiginfjárstöðu og skattframtak, skulda meira eftir að eiga. Þeir eiga nánast ekki séns. Það eru 20% af þjóðinni sem eiga rétt 90% af öllu sem að þjóðin á. Og þessi 10% er alltaf mest. Það er þessum þróun víða í heiminum. En við höfum alveg tækinn til að breyta þessu. Þetta er handstýrt dæmi. Vextir hér á landi eru handstýrðir upp.
Þeir eru ekki eitthvað sem sér íslenskt eða út af krónunni eða svoleiðis. Við getum lækkað áætlunarkröfu lífeyrissjóða. Við getum gert eins og Þjóðverjar, stofna samfélagsbanka þar sem ríkið á hluta af bankakerfinu og það lánar á vöxtum, ekki vaxtalaust, heldur lágum vöxtum. Systemum sem í mörgum löndum. Og haldið þannig aftur að þessu. Og svo ég náttúrulega á verðtrygging og neytendalánum að vera komið. Ég ætla ekki að tala menntun eða menntakerfi. Ég reikna með allir hérna séu sammála því að framhaldsskólarnir eiga að fá fullt af peningum og allir eiga að vera góðir. Sérstaklega eftir í kosningar, þá vilja allir það. En kannski að lokum sko, ég náttúrulega að fá meiri tækifæri og ekkert að svara. Það alls ekki D fyrir dögum. Það T. Takk. Fundarstjórar, nemendur, gamlir kennarar, takk æðislega fyrir að bjóða okkur á hana fund og mér sérstaklega fyrir að fá að koma í gamla skóla minn. Hér útskrifaðist ég, seinni hluta seinustu aldar, þannig að þið voru sem ekki fætt þegar ég var útskrifast í þessu skóla. Það var rosalega gaman að vera í þessu skóla. Ég hafði þó aldrei þeirra gæfu aðnjóttandi að fá að vera í þessu húsi. Við vorum á 5 stöðum í bænum og hlupum alltaf á milli frímínúta til þess að fara í tíma og það var alveg geggjað á sínum tíma. Málfundafélagið Málverk ennþá virkt í skólanum? Ég frá þessu skóla. Ég stofnaði það félag ásamt góðri vinkonum minni og fleirum hér á byrjunardögum skólans. En það var þannig að fljótt eftir að ég útskrifaðist úr skólanum þá fékk ég tækifæri að sitja í stjórn Verkfallsskólans og það ekkert nýtt í dag að það sé rangt gefið til framhaldsskólana. Það var á þeim tíma líka og það það núna. Við Framsóknarmenn við leggjum áherslu á að öllum skólastigum sé tryggt fjármagn til reksturs. Það ólíðandi að ekki sé hægt að kaupa aðföng til skólana eins og að vera staðreyndin hér í gamla skólanum. Það ljóst að það var að tryggja betur tengsl og skóla við atvinnulífið á öllum skólastigum, sérstaklega í verkmenntaskóla eins og þessum, á meðan að iðn- og verknámi stendur. Það ómetanlegt samband á milli skóla og atvinnulífs. Það mikilvægt að styðja líka enn frekar við skapandi greinar, eins og listnámsbrautina hér, listir og menningarstarfsemi. Slíkt skilar alveg ómældu út til þjóðfélagsins, margfaldur. Framsókn hefur gert marga frábæra hluti í gegnum tíðina og sérstaklega þessu kjörtímabili. 2009 þá var hlegið af Framsóknarmönnum með 20% leiðréttinguna. 2013 þá önduðust menn hlátri yfir því þegar við kynntum stöðugleikaskattinn. En hver var raunin? Raunin var sú að leiðréttingin varð að veruleika fyrir þúsundir fjölskyldna í landinu og stöðugleikaskatturinn að skila okkur hundruði milljarða. Þess vegna það grátlegt að við eigum ekki pening og skulum ekki skila slíkum peningum í skóla eins og þennan. En málið þannig að kaupmáttur launafólks hefur stóraukist, störfum hefur fjölgað sirka 18.000 á þessu kjörtímabili og atvinnuleysi hefur sem betur fer lækkað. Það jákvætt, það gott. En þá bara spurningin hvernig við að spila úr þessu í framtíðin, næsta kjörtímabili. Allir vilja eiga peningatank Jóakims og allir vilja komast í hann. En við verðum að nota það mjög skynsamlega. Það ætlum við Framsóknarmenn að gera á næsta kjörtímabili. Framtíð Íslands björt, ef rétt á málum haldið. Takk. Fundarstjóri, kæru nemendur og aðrir gestir. Ég heiti Logi Einarsson og að aðalstarfi arkitekt en nú í framboði í fyrsta sæti fyrir Samfylkinguna í Norðausturkjördæmi. Samfylkingin jafnaðarmannaflokkur. Við teljum að samfélagið virkir best ef að allir hafa sem jöfnust tækifæri og við trúum því reyndar að við séum fædd öll með ákveðin réttindi í þessu landi
sama hvort við komum frá fátækum heimilum, ríkum, hvort við fæðumst fötluð eða glímum við aðra erfiðleika. Þess vegna lít ég að ræða aðeins málefni sem að menn tala helst ekki fyrir kosningar og það eru skattar. Klassískir hægrimenn þeir líta á skatta sem tekjuöflunartæki. Við jafnaðarmenn við lítum á skattheimtu sem tekjujöfnunartæki líka. Ekki bara sem tekjuöflunartæki. Og ef ég spyrði ykkur nú og gæfi ykkur 3 sekúndur að velta því fyrir ykkur, hvað er gáfulegasta fjárfesting sem það er gert á ævingar? Það eru margir hérna inni sem hugsuðu að borga skattana sína. Það er enginn. Yfirleitt er svarið þetta. Mjög margir nefna húsið sitt, aðrir nefna bílið sitt, bæði eru þetta áhættufjárfestingar, einhverjir nefna plötusafnið eða málverkin sín, sem eru þá fyrst og fremst svona tilfinningarlegt atriði. En sannleikurinn er hins vegar sá að fyrir langflesta Íslendinga þá eru skatttekjurnar besta fjárfesting sem við getum gert. Fyrir skattana höfum við byggt upp innviði samfélagsins. Við höfum byggt upp menntamálið, við höfum byggt upp heilbrigðismálin og við höfum byggt upp öryggisnet fyrir þá sem að fyrr eða síðar lenda í einhverjum ógöngum á lífinu. Þessar kosningar hér snúast réttlæti. Allir flokkar tala að búa börnum öruggt og gott skjól. Allir flokkar tala að aldraðir eigi að hafa möguleika til þess að lifa áhyggjulausu lífi. En flestir virðast skilja eftir unga fólkið sem er sá hópur sem vil draga vagninn og bera uppi þessa samvislokkar næstu 40-50 árin. Samfylkingin ætlar að leggja megin áherslu á þennan hóp í kosningunum ásamt auðvitað þeir sem veikari standa. En muniði, hvað sem þið gerir, kjósið í vor, haust. Takk. Komið sæl. Það er gaman að fá að koma til ykkar og spjalla þetta við ykkur. Ég hef ekki komið ykkur einn síðan 2011 en þá útskrifast ég úr sem skóla og það er svona svolítið gaman að koma aftur. Mér finnst maður að vera eitthvað svona lítill aftur, 16 ára mín. En ég heiti Elvar Jónsson og er 26 ára og er í 5. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins. Og undanfari kjörtímabil þá hefur náðst frábær árangur. Ég var svona veltaði fyrir mér að ég vissi að ég var að koma hérna, ég var veltaði fyrir mér í gær hvernig ég ætti að koma til skila í stuttu máli, hver árangurinn hefði verið. Þá heyrði ég í útvarpinu í hagfræðingi tala og hann sagði stöðuna, staðan á Íslandi hefur sennilega aldrei verið betri en núna. Og það er mjög stór orð. Þetta þýðir samt ekki að það sé allt fullkomið, því við getum alltaf gert betur og við viljum gera betur. Við eigum að gera kröfu það að það sé alltaf verið að reyna að gera betur. Það þarf að gera mjög margt en ég ætla að stikla stuttlega á nokkrum atriðum. Við viljum betri húsnæðismarkað. Opinbera þarf aðeins að slaka á krónunni og einfalda byggingarreglugerð. Við þarfum að lækka byggingarkostnaðar og þar af leiðandi húsnæðisverð. Við verðum nefnilega að geta mætt þörfum ungs fólks með litlum ódýrum og hagkvæmum íbúðum. Við ætlum að beita okkur fyrir bættum samgöngum í kjördæminu. Það er algjörlega nauðsynlegt að hefja mikla uppbyggingu á innviðum. Ef við ætlum að vera með öfluga landsbyggð, og það er oft talað það, nauðsyn öfluga landsbyggðar, þá verðum við að gera fólki kleift að búa það sem vill. Þá verðum við að efla samgöngum. Samgöngumál er nefnilega ekki bara samgöngumál. Þau eru líka öryggismál og velferðarmál. Við þurfum að efla atvinnulífið. Við þurfum að lækka skatta, einfalda reglverk, minnka afskipti hins opinbera af atvinnulífinu. Því að ef við ætlum að halda unga fólkinu okkar hérna heima sem er búið að mennta sig, þá verðum við að búa svo hnútana að á Íslandi þrífist samkeppnishæft umhverfi sem hvetur atvinnurekendur til uppbyggingar og fjárfestingar. Það er nefnilega bara þannig að spennandi og vel launuð störf þau verða ekki til án öflugs atvinnulífs. Við þurfum að forgangsraða fjármunum í þágu grunnþjónustuna og það hefur verið gert á þessu kjörtímabili. Ríkisvaldið hafa hægt að sinna alls konar verkefnum sem einstaklingar geta vel sinnt og um að einbeita okkur að því að hlúa betur á grunnþjónustunni. Á þessu kjörtímabili var hófst uppbygging heilbrigðiskerfisins. En það má betur gera duga skall og við ætlum að halda áfram á næsta kjörtímabili. Eitt aðalstefnumál Sjálfstæðisflokksins núna er að aðgengi heilbrigðisþjónustu á að vera óháð efnahag. Næsta ári, í upphafi næsta árs, tekur gildi nýtt greiðsluþak á
á heilbrigðisþjónustu sem mun gera öllum kleift að sækja heilbrigðisþjónustu á þess að fara á hausinn í leiðinni. Við ætlum að bjóða upp á nýtt námsstyrkjakerfi. Fyrir Alþingi í dag liggur frumvarp sem mun bæta stöðu námsmanna alveg gríðarlega. Það er mjög mikilvægt fyrir hagsmuni nemenda að það nái fram að ganga. Síðast en alls ekki síst þá þurfum við að tryggja óskerta og áframhaldandi starfsemi Reykjavíkurflugvallar sem er miðstöð innanlands og sjúkraflugs. Á meðan ekki er búið að finna jafn góðan eða betri stað undir nýjan flugvöll var algjörlega ótækt að skerða starfsemi flugvallarins í Vatnsmýri. Og að lokum að því er alveg búinn að langar við að tala stöðuleika sem hljómar ótrúlega óspennandi. En stöðuleiki er gríðarlega mikilvægur og kosningarnar núna snúast stöðuleika. Það byggist nefnilega allt á stöðuleika. Án stöðuleika þá er ekki hægt að móta neina framtíðarsýn og það snúast þessar kosningar. Það snúast framtíðarsýn fyrir þið viljið sjá Ísland í framtíðinni. Takk fyrir. Daginn. Mér finnst alveg ógeðslega gaman að koma hingað. Mér finnst alveg frábært að sjá hvað þið eru mörg hérna. Mér finnst ógeðslega gaman að sjá hvað þið eru að fylgjast með. Mér finnst það geðveikt spennandi. Mér finnst að þið megið taka meiri þátt í umræðinni, meiri þátt í stjórnmálum í kringum ykkur. Mér finnst að þið eigið að fá ráð, basically. Ég heiti Hans Jónsson, ég er 4 ára lista fyrir Pírata í Norðvesturkjördæmi og ég var lengi að spá í því hvað skiptir mestu máli að tala hérna fyrir ykkur. En það er ekki ég sem á að ákveða hvað skiptir ykkur mest máli, það er þið sem ég ákveða hvað skiptir ykkur mestu máli. Það eru 5 hluti sem við viljum leggja áherslu á í þessu kosningum. Við viljum uppfæra stjórnarskrána eins og við búið að lofa íslensku þjóðinni í mörg ár. Við viljum tryggja réttlátt dreifingu af þeim peningum sem eru til, þessum auð sem við eigum til í þessu landi. Við viljum endurreisa heilbrigðiskerfið, gjaldfrjálst heilbrigðiskerfið. Við viljum að tannlæknar og geðlæknar séu hluti af heilbrigðiskerfinu. Við viljum efla aðkomu almennings að ákvörðunartökunni og við viljum endurreisa traust á stjórnmálum og umbreyta spillingu sem við vitum að þrífst í þessu samfélagi. Ég held að það sem komið til með að skipta ykkur mestu máli er akkúrat 4. punktur, aðkoma almennings að ákvörðunartökunni. Munurinn á milli Pírata og margra annarra flokka er akkúrat það að stefnumótunarferli okkar tilheyrir þeim sem taka þátt í. Þetta er grasrótin okkar sem að ræða. Það er fjöldinn allar af stefnum. Ég reyndi að lesa gegnum allar stefnunar á þeirri kæmingar. Þetta er rosalega mikið efni og ég get ekki munað þetta allt saman. Ég held ekki öllu í höfðum mér. En sumar af þessu stefnum eru mótaðar af krökkum á ykkar aldri. Ungi Píratar eru 16 ára og eldri. Þeir hafa komið að því að skapa stefnum að þeim málefnum sem skipta þá máli. Það er ykkar réttur að hafa eitthvað að segja það hvernig ykkar landi er háttað. Og þið eigi að fá að koma að ákvörðunartökunni þau málefnum sem skipta ykkur. Þess vegna langar mig ekkert endilega bara þess að hvetja ykkur til þess að kjósa. Ég vil hvetja ykkur til þess að koma og taka þátt í umræðinu, taka þátt í stefnumótunarferlinu og taka þátt í að móta þá framtíð sem þið viljið. Takk fyrir. Ég heiti Stófi og ég er í 7. sæti fyrir Viðreisn í Norðausturkjördæmi. Viðreisn er nýr frjálslyndur stjórnmálaflokkur sem fyrst og fremst gætir almannahagsmuna frekar en sérhagsmuna. Í menntamálum viljum við stytta grunnskólanum 1 ár. Við viljum stöðva mismunum á aldri, 25 ára manneskja á rétt á sama aðgang að menntun og 24 ára manneskja. Námslánakerfið verður byggt á blöndun styrkja og lána í staðinn niðurgreiðslu á vöxtum. Það mun minnka skuldsetningar námslána og afborganir verður tekjutengdar. Í heilbrigðismálum ætlum við að byggja nýjan Landspítala strax á næsta ári á svipuðum stað. Við ætlum að auka umsvif heilsugæslu á landsbyggðinni og færa sálfræðiþjónustu undir almannatryggingar. Síðan ætlum við að gera jafnlaunavottun lögbundna. Byrjum fyrst í opinberum skrámfyrirtækjum og vinna okkur sem út úr því. Matarverð mun lækka undir forystu Viðreisnar af því að við ætlum að tryggja neytendum val með því að gera landbúnaðinn að venjulegum atvinnuvegi og fella tolla á matvörum á skynsaman hátt og það mun skila sér í lægra matvöruverði. Viðreisn ætlar að lofa þjóðaratkvæðagreiðslu
aðildarviðræður við ESB líkt og var ekki gert á núliðandi kjörtímabili og þegar samningunum til að vera auðvitað kosning hann sjálfan. Og svo getum við og við eigum að taka á móti fleiri flóttamönnum á mannúðlegan hátt. Ólíkt því sem sömu flokkar halda fram, það verður okkar siðfræðilega skylda að taka á móti þeim og í rauninni hefur það jákvæð áhrif á hagkerfið. Síðan húsnæðismálin. Það er fyrst og fremst eitt sem við ætlum að gera og allt sem ég talaði um að undan er möguleiki vegna þess. Við ætlum að lækka vexti með því að tengja íslensku krónuna við erlendan gjaldmiðil. En Viðreisn hefur mjög sterka ungliðahreyfingu. Hún var til dæmis stofnuð undan flokknum sjálfum. Okkar helsta baráttumál er að eyða óréttlætinu sem 18 og 19 ára hópur verður fyrir. Við erum talin nóg fullorðnir til að borga skatta en okkur sem meinað aðgangur á ákveðnum vörum og þjónustum sem 20 ára einstaklingar fái og það er ekki sanngjarnt. Og ef við viljum vera hluta þeirri byltingu þá er aðalfundurinn hjá ungliðahreyfingunni í norðausturkjördæmi núna á laugardaginn í næstu viku og í skrifstofum okkar á Göngubrautinni. Þannig að kjósið Viðreisn ef þið viljið frjálslynt og sanngjarnt samfélag. Takk fyrir. Fundarstjórar og fundarmenn. Ég heiti Björn Valur Gíslason, ég skipa 3. sæti á lista Vinstri grænna í Norðausturkjördæmi. Ég vil byrja að þakka fyrir þennan fund í Verkmenntaskólanum á Akureyri og bera fram þá ósk mín að fleiri slíkir fundir verið haldið hér á þessum dag við fleiri framhaldsskólum á landinu. Því að það er fátt eins mikilvægt eins og við öll, hvort við erum ung eða miðjumandir eða eldri, að við mótum okkur skoðunum á stjórnmálum og við skiptum svo skoðunum. Við spyrjum stjórnmálamenn spurningum. Vinstri-hreyfingin grænt framboð er ekki gamall flokkur, hann var stofnaður 1999. Félagshyggju, vinstrimennsku og umhverfismál. Það var fyrsti stjórnmálaflokkurinn á Íslandi sem setti umhverfismál á stefnuskrá sína. Það var 18 ára síðan, tæplega. Það er ekki lengra síðan að stjórnmál snerist ekki umhverfismál. Og ef það er einhver mál sem var það ungt fólk máli, þá var það umhverfismál. Náttúruvernd, að við umgöngumst náttúruna og umhverfið okkar með þeirri virðingu, að við komum ekki aðinn á morgun í verra standi heldur en við skildum við henni í dag. Það er í grundvallarsjónarmið sem við höfum öll að hafa í huga frá degi til dags og til langrar framtíðar. Hér hefur verið talað að fulltrúi tveggja stjórnarflokka mikinn árangur á yfirstandandi kjörtímabili sem nú var að ljúka og það er ekki stöðugleiki. Ekki í þessum skólum. Við eigum ekki að sætta okkur við það, hvort sem við erum ung eða gömul, að það sé búið að ganga þannig frá menntakerfinu í landinu, sérstaklega framhaldsskólum, að þeir séu nánast óstarfhæfir vegna fjárskorts. Það er óásættanlegt með öllu fyrir okkur foreldra, það er óásættanlegt fyrir þá sem eru nemendur í skólanum og það er óásættanlegt fyrir þá sem eiga eftir að koma hingað inn. Skólarnir eiga að vera sjálfstæðir, þeir eiga ekki að vera háðir atvinnulífinu. Það er öfugt það sem sagt hefur verið, það er skólarnir, það er menntunin, það eru nemendurnir sem búa til atvinnulífi, ekki öfugt. Atvinnulífi býr ekki til menntun. Það er illa komið fyrir þessa skóla hér því miður. Ég ætla ekki að standa fyrir því að verja þann stöðuleika sem hér ríkir samkvæmt yfirlýsingum kennara, skólafjölskylda og nemenda og jafnvel það standa fyrir að fara að vísa nemendum heim í bili að minnsta með að vera safna fyrir lestinni. Það er staða sem ekkert okkar á að sætta sig við og við hér í Vinstri grænum munum ekki gera það. Við munum standa vörð um menntakerfið eins og við gerðum með því kreppuna þegar þvert gegn öllum ráðleggingum þar sem okkur var ráðlagt að skera niður í skólunum, leggja af skóla á fjölguðu við skólum, bættu við framhaldsskólum. Til dæmis erum við ekki fjallað fyrir Mosfellsbæ og víðar og við opnum meiri möguleika fyrir fólk, sérstaklega ungt fólk, er að fara til náms í menntaskólum, framhaldsskólum og háskólum og það er að skila sér, því það er menntunin fyrst og síðast sem skila sér. Takk fyrir. Ég ætla bara að byrja því að þakka ykkur fyrir, en nú er þetta ekki búið, þakka ekki með því bara, en ég ætla að byrja ykkur um að hljóð á meðan framtíðarnir eru að tala. Það búið stótt mikið ókyrrð í salnum. En nú erum við að byrja að taka spurningum og það eru kennarar hérna einhvers staðar með mikrofónum og að hanga og það er rétt við tönnum ef við viljum spyrja spurningar. Og ég ætla að segja ykkur að allir framboðinir hafa 1 mínútu til að
einnota mann. Já, mér endilega kynna ykkur þegar þið spyrir spurningar, ekki. Hæ, ég heiti Margrét, það er eitthvað svona af hverju fá framhaldsskólar ekki meira fjármagn. Til dæmis vatnamættir ekki sett nemendum sem skyldi, ekki helmingur skóla ekki meira fjármagn til að sinna nemendum almennilega. Ég get náttúrulega ekki svarað fyrir núverandi ríkisstjórn af hverju framhaldsskólinn fá ekki meira fjármagn, af hverju þessi skóli er fjársveltur eins og er. Ég hins vegar hef grunum að einkavæðingarstefnan hafi eitthvað með þetta að gera og það er aðeins eitt svar við því, það er félagsfræðin á menntakerfinu eins og öllu öðru sem lítur að almannaþjónustu í þessu landi. Já, það er mínu mati að menn líta ekki endilega á menntakerfið sem stóriðju. Menntakerfið er okkar stóriðja, þið eru okkar það þarf að bregðast við og horfa á það sem slíkt. Þessi stefna sem í dag hún er svona að vera að telja okkur trúum það að nú er kerfið virki. Við þurfum að breyta rekstrinum. Við þurfum að fara í bann. Það er það sem allir gera. Það er bara mín tilfinning. Mér finnst það óskiljanlegt af hverju að vera að telja okkur trúum það að skólarnir eins og fjársettir þeir að gera þegar við skilum að þeir eru ekki núna. Þeir eru svo að finna. Það er einhvern veginn að telja okkur trúum það með ákveðnu heilafólki að það sé betra að fara í annað rekstrin. Það sé aðrir betri til þess allir að sjá svo virki. Það kemur upp, já, hún ringdaði þau úrskurðar með rekstur skólanum. Það er að gera þetta kerfisbundi í öllum hérna. Takk fyrir. Já. Ég held að, ég veit að þetta. Ég er ekki í því, menn sko, ég hef ekki að hafa hlustað á sem eru stjórnum, framboðsmenn og sjálfstæðismenn lýsaði yfir það allt er gott. Stöðuvíkinn. Ég maður rétt að segja Sigfús að hann myndi sem sagt stilla meira fé í framhaldsskólanum. Hann myndi alveg hafa gleymt því að hann að vera við stjórnum í 3 ár. Og ástandið eins og það er. Þannig að það er alltaf skrítið að velja það. Ég held að ástæðan sé svo að það er stöður megin í íslensku samfélagi. Það eru sterkir aðilar sem að eiga hlutina hérna, það er bara að segja hlutina eins og þeir eru. Það er sterkir menn sem eiga ítöku í framhaldsflokknum, eða ítöku í sjálfstæðisflokknum, fleiri flokkum og þeir taka til sín alltaf mikið af þjóðarkökum. Þannig að það er rétt sem hefur komið fram hjá miklu fleirum en ég hérna. Það þarf náttúrulega miklu meiri jöfnun og það þarf að skera á þetta einkalaust að rána okkur til þess að það séu peningar í þetta. Takk fyrir spurninguna. Ég deili þessari spurningu með þér. Af hverju á framhaldsskólanum meira fé? Það vil það skemmtilegt til að Framsóknarflokkurinn hefur ekki verið í menntamálaráðuneytinu síðan Ingvar Gíslason ef ég man rétt þar sem er einn af batamönnum og stofnandi Háskólans á Akureyri. En ég deili þessum áhyggjum gríðarlega vel mikið með ykkur og þetta muni verða eitt af okkar fyrstu málum þegar við fáum menntamálaráðuneyti í okkar hendur aftur að breyta. Það er voðalega gott að geta kennt alltaf öðrum en þetta er bara staðreyndin. En ég skil spurninguna og ég hef áhyggjur af þessu líka. Já, mér finnst stundum eins og ríkisstjórnarflokkarnir líti á... Halló? Af hverju þetta fjallar alltaf í gang þegar þú talar? Mér finnst stundum eins og... Halló? Mér finnst stundum eins og ríkisstjórnarflokkarnir líti á skilvirkni færibannsins sem fyrirmynda skólakerfið. Fólk á helst að fara inn í kerfið og koma þar eins hratt út og mögulegt er
Við erum að loka á þá sem að vilja hefja nám eftir 25 ára aldur. Menn eiga ekki að geta tekið sér frí og það er ekki gert ráð fyrir að menn geti helst úr námi tímabundið af einhverjum óviðráðanlegum orsökum. Skólakerfi okkar frá grunnskóla upp í háskóla eru hinn raunverulegu orkuver samfélagsins. Og það skiptir óbáslega miklu máli, eins og Björn Valur kom hér inn á áðan, að það séu þau sem að raunverulega stýra atvinnugreinunum í framtíðinni en ekki öfugt. Við sjáum fleiri og fleiri dæmi það að þeir sem að minna mega sín eiga greiða fyrir þá sem meira mega sín. Nýtt námslánafrumvarp þar sem að öll efnameiri foreldrar sem geta búið í heimahúsum eiga að fá námsstyrki en þeir sem að þurfa að auka námslán til viðbótar, þeir eiga að greiða fyrir hinna. Þetta gengur ekki. Já, ég er bara taka undir það. Þegar ríkið tekur að þess að sinna einhverju verkefnum, hvort sem að það eru skólar eða hvað sem er, þá er ríkið náttúrulega að sjá til þess að það sé almennilega fjármagn. Þegar að núverandi stjórnarflokkar tóku við í upphafi þessa kjörtímabils, þá var nú staðan ekki góð. Í fyrra þá fórum við þetta réttum úr 70 milljarða bara í vexti. Kjörtímabilið núna er ekki snúist uppbyggingu, það er snúist það að skapa stöðugleika. Að koma hérna málum í þannig horf að það sé hægt að fara að byggja upp. Og svo uppbygging er það erfitt núna. Ef þið hafið fylgst að einhverju leyti með kosningabarninu sem við farið á staðnuna, hvað er það snúist? Hún er snúist það að menn keppast það hver er þetta eyða mestum pening, hver er þetta tæma ríkiskassan á þessum tíma. Þegar staðan er það góð að nú er hægt að byggja alveg laug, hvort sem í heilbrigðiskerfinu, hvort sem í menntakerfinu eða velferðarkerfinu. Og það er það sem planið er að gera og stendur til að gera. Takk fyrir. Ég finnst ekki að ég sagt eitthvað af hverju fólk tekur ákvarðanir sem ég er komin að. En það er náttúrulega spurning að það skiptir ekki eftir hvað skiptir mann næstum á. Eitthvað í sem að hófst á síðasta kjörtímabili var að tekjur ríkissjóðs minnkuðu með skattkerfinu og með því að leggja niður auðlindingu. Þetta er eitthvað sem hefði getað verið í skólanum eða annars. Og maður sér það þegar maður skoðar hvar fólk spara pening og hvar fólk eyðir pening og sér maður hvað skiptir fólk í máli. Og því miður þá virðist það vera þannig að menntakerfið skiptir ekki nægilega miklu máli. Fyrir utan það skortir peninga, það hefur ekki verið hlustað á þarfir skólans í nemenda það hvað skólinn á að gera, hvernig námið á að fara fram. Og við getum ekki byggt upp almennilegt skólakerfi ef við hlustum ekki á kennarana og við hlustum ekki á nemendur. Takk fyrir. Já, gaman að sýta nefna vexti, það er það sem við ætlum að gera. Það er alveg til nóg mikið af peningum og menntamálum þriðja stærsti útgjaldaliður hjá ríkinu og vextir eru stór hluti einnig og við getum að lækka einfaldlega með því að lækka vexti og afstæðanaflur eru svona hái núna í fljótræði út af krónunni og það er eins og við talaðum okkur þá að tengja við erlendan gjaldmiðil, það mun minnka vaxtamun og búa til gengisstöðugleika. Það eru flokkar með þessar hugmyndir að halda krónunni en breyta litlum hlutum eins og byggingarreglugerðir og svona sem munu eflaust gera eitthvað en það er bara smámunir með það að lækka vextina, það er aðalega málið og ef við lækkum vextina þá getum við greitt munu meira í menntamál yfir höfuð. Takk fyrir þetta mjög góð spurning því hún er grundvallaratriði í stjórnmálum. Það er að segja að það er pólitísk ákvörðun. Það er pólitísk ákvörðun hvað við gerum hverju sinni. Það er pólitísk ákvörðun núverandi ríkisstjórnarflokka að setja ekki meiri pening í menntakerfið en við gerðum. Það var ekki slys, það gerðist ekki sjálfur sig. Það tók ekki ákvörðun það að setja nafnið sér undir það. Og það þýðir ekki fyrir frambjóðanda framsóknarflokksins að segja hér við eigum ekki menntamálaráðuneyti. Það er ekki 10 ríkisstjórnir í landinu. Það er ein ríkisstjórn með 10 ráðherrum. Og það er sú ríkisstjórn sem setja ákvörðun það hvernig var ástæða fjármunum að reka landinu. Og það er rangt, beinlínis rangt sem að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins sagði hér áðan að standi til að fara að setja meiri pening í skólakerfið og byggja upp með framtíðinni. Það er algjörlega rangt. Það liggur fyrir lagaskjal í þinginu sem hefur samþykkt ríkisstjórnarflokkunum
fjármálaáætlun, þannig að stýra fjármálunum næstu árin, og það kemur það skýrt fram að það á ekki að setja meiri pening í skólamálum. Og ef þið trúið mér ekki, þá getið ég kíkt á Fréttablaðið í dag eða farið á Vefinn og sé það heilsíðu auglýsingu undirritað af rektorum allra háskóla á Íslandi sem einmitt að mótmæla þessari pólitísku ákvörðun að setja ekki meiri pening í skólatíma. Við skulum bara breyta þessu og láta þá ekki hafa vald til þess að taka slíkar ákvarðanir. Já, næga tíma fyrir spurningar, þannig að einhverja fleiri sem vilja spyrja? Það er komið næsta lagi, eða? Ævarsson ég og ég var að spá hvernig skoðun ykkar á búvörusamningum og ég verði óánægð eða ánægð með þá eins og það er núna. Ég hef ekki kynnt með búvörusamningin nægilega vel til að mynda með fullkomna skoðunum, en ég vil þó segja það að ég vil halda landbúnaði í landinu og ég vil ekki, og Alþingi vil ekki að þjóðin verði bröðsmenn með volum frá Evrópusambandinu. Takk fyrir. Já, búvörusamningar verður skýrt dæmi það að það var kjark til að standa og segja nei takk, við erum ekki til í. Hver framtíð hafi kjark að segja nei takk, við erum ekki til í. Við viljum meiri sátt hlutina. Við viljum öðruvísi vinnubrögð hlutina. Við viljum að allir komi af sem máli varðar. Það er samt að eini flokkurinn sem stóð upp að hafi hugrekki til að segja við erum ekki til í. En við viljum sjálfsögðu landbúnað í Íslandi og við viljum okkur styrkja landbúnað í Íslandi. En við viljum gera það með aðkomu þeirra sem málið varðar, ekki bara sumra. Já, við höfum stendur á baki landbúnaði í landinu og þau öryggissjónarmið og landnýtingu og annað sem er mjög stærst. Og við teljum að vera hálfgerðan popúlism að vera mót til búvörusamning. Og greiða atkvæði í það er eini ljóður að áður betur. Þetta eru frjálsir samningar. Þetta eru frjálsir samningar atvinnugreinar við ríkið. Það er atvinnugreinar sem greiðir atkvæði samningin og núna saman samþykktin með 70% atkvæða báðum. Og að því að þetta er ánægðir og að landbúnaðurinn þarf mjög sterk rekstrarskýring. Ég þekki landbúnaðurinn til vel, ég var landbúnaðurinn til búrekstri og hagfræði hjá Bændasamtökunum, ég skrifaði alltaf á. Og það er alveg ljóst í mínum huga ef það er hugmyndir að flytja inn landbúnaðurinn án tolla bara svona til að hóla af, að vera raunveruleika, þá verður engin rúkkurafnist á Íslandi, eða neitt svoleiðis. Það mögur ekki að flytja inn vörur ef við getum sömu kröfur framleiðslu og lyfjagjöf og aðbúnað eins og íslenski bændur þurfa. Það er ekki með standi jafnvægt annars ekki. Takk fyrir þessa spurningu. Hún er ekki flókin í mínum huga. Við Framsóknarmenn styðjum búvörusamninginn. Eflaust er eitthvað í honum sem má betur fara. En við skulum eins að gera okkur alveg grein fyrir því að ef það væri ekki niðurgreiðslu til bænda hér á Íslandi, það væri engin landbúnaður, það væri engin kjötvinnsla, það væri engin norðlenska, það væri ekki kjarnafæri. Þetta er bara staðreynd sem við verðum að sætta okkur við. Og við þurfum að taka þá ákvörðun það, ætlum við að hafa landbúnað og hafa byggð í landinu, í þeim dreifðustu byggðum landsins. Þar er landbúnaður að blómstra. Við styðjum búvörusamninginn og munum gera það áfram, það má eflaust breyta einhverju. Og svo skulum við ekki gleyma því heldur að ef að landbúnaður leggst hér niður þá þurfum við að eyða milljörðum og 20 milljarða á ári í gjaldeyri til þess að flytja inn misjöfn gæði af landbúnaðarvörum. Þannig að við styðjum búvörusamninginn. Það er klart. Já, engin landbúnaður í Evrópu þrífst á ríkisstyrkja og allra síst hér svona norðarlega. Samfylkingin vill hins vegar styðja bændur á forsendum byggðasjónarmiða, á forsendum menningar
til þess að hvetja lífræna ræktun og auka umhverfisvernd. Þessir samningar sem að nýlega voru samþykktir gera ekkert af þessu. Þeir eru ekki að styðja við bændur sérstaklega, heldur milliliðina og hygla einokun aðilum eins og MS. Ég er í eðli mínu á móti útfærslunni á síðustu búvörusamningum. Ég styð hins vegar að við ráðumst í það á næsta kjörtímabili að gera samninga sem að taka á þessum sjónarmiðum sem ég nefndi og síðast en ekki síst að hafa bændur í huga. Já, síðustu búvörusamningar voru mér í móbrið. Ég vildi vilja sjá meira frelsi fyrir bændur. Búvörusamningarnir þeir niður njörfa og svona mikið hefta bændur með mikið. Ég vildi vilja sjá fjármagnið frekar veikt af því að eftir því sem að sérfræðingar segja að þá sé ekki hægt að reka landbúnaði á Íslandi án einhverja ríkisstyrkja og eins og Laugur kom inn á þá er engin landbúnaði hvað sem í heiminum sem ekki ríkisstyrkja nema kannski í Nýja-Sjálandi. Mér finnst að frekar að beina fjármögnunum í það að eftir ræktun á landi frekar heldur en eftir afurð. Það myndi gera bændum kleift að fara í frekari nýsköpun og afla sér frekari tekna. Ég held að það sé hægt að gera miklu betur heldur en samningarnir eins og þeir eru í dag. Þannig að þeir voru í hópi og menn hefði ekki náð lengra í því að gera breytingar á kerfinu. Það er samið vitt svo flokki fyrir það. Nei. Þetta er alveg stefna sjálfstæðarflokksins. Ef voru stefnir í núna endurskoðunarákvæði eftir 3 ár, ég hefði viljað sjá þau sterkari og það afnema einokun MS. Þannig að það er að gera pínu breytingar á þessu kerfi. Þannig þetta var pínu hópi fyrir mig. Já, herðu, ég er með til að taka hérna fyrir frá mig. Við viljum endurskoða búvörusamningana eins fljótt hægt er. Við viljum helst geta afnema tolla á landbúnaðarvörum í skrefum og með samvinnu við bændur. Við viljum afnema undanþágur matvælafyrirtækja frá samkeppnislögum. Við viljum ekki hafa einokunarfyrirtæki í matvælaframleiðslu á Íslandi og hafa skynsaman stuðning við bændur, bæði fyrir bændurnar og fyrir neytendurnar. Okkur er svolítið fórsögulíki að segja að það komi, ef við afnemum tolla, þá komi bara óndar vörur og við þurfum bara að borða út í kjöt og kaplakjöti eða eitthvað. En okkur finnst það ekki rétt. Við heldur utan almannahagsmuni frekar heldur sérhagsmuni. Sérhagsmuni eins og MS og við viljum frekar styrkja bændur beint í byggðamálum heldur en að ríkið sé að blanda sig inn í þetta. Og þetta fer í báðar áttir. Ef við afnemum tolla þá er líka hægt að flytja út og það hvetur nýsköpun og skapar hagræðingu. Þannig viljum við frekar hafa það heldur en að það sé einhverjir kallar í herbyggi sem ákveða hvaða ost við höfum að borða. Takk. Takk fyrir spurninguna. Ég held að bakgrunni búi kannski stenda annars vegar þessi tiltekni búvörusamningur sem var gerður núna, það er hvort fyrst hann. Ég hefði viljað sjá hann öðruvísi og ég finnst í grænum og stundum hann ekki. Líka fyrst og fremst aðdragandann á hverjir eru það sem er að semja, sína myndir og gera slíkan samning og í hvaða umboði einhver ráðherra gert samning sem síðan átt að fá staðfestur á Alþingi, en síðan kannski skiptir einhver máli því að samningur sem þegar verið gerður. Eins og hér hefur komið fram að þá styðja allar þjóðir við landbúnað. Það er af mörgum ástæðum aðalega þó til að tryggja ákveðin matvæla öryggi þar sem framleiðslu í sínu landi. Ég held að við sjálfum sem óum ákveðna grunnþarfir að ekki verið að tryggja bændur með búvörusamningum eina og sér, þetta er okkur líka sem neytendur og okkur líka sem þjóð. Þannig að ég get ekki svarað þessari spurningu þannig að ég styð stuðning við landbúnað. Þess að við höfum gert undanfarið ára og tíu, eftir að það aðrar þjóðir gera, en ég hef viljað sjá þennan tiltekna samning eftir annan aðdraganda og sjá frekar breytingar. Ok, þá var það ein spurning núna að það hafa 1 mínútu
sko, eftir þeirri spurningu, þá koma 2 og þá er samt bara 1 mínútu til að svara þeim báðum. Ef þú með 2 spurningar og hafið 1 mínútu til að svara, er það bara já og nei? Ok, þá skulum ég bara leyfa það að spyrja. Við erum fyrir því að hvað finnst ykkur, eða þetta beita ykkur, hvað því að auka rafmagnið sem að kemur. Við erum að fá rafmagn frá Blönduósi og við erum að fara frá rafmagninu á Hrímnum og eins og síðasta vetur þá var allt í keis og fyrirtæki, stórfyrirtæki, þeir marga rafmagn til að geta byggt upp síðan samfélag. Það er eitthvað til þess að auka rafmagnið, þannig að Akureyri bara getur aðeins bæta sig. Og síðan það, ætlið þið að beita ykkur gegn því að auka sjúkrahús á landsbyggðinni. Ég er búinn að heyra frá því að sjúkrahús á Austfjörðum, Vestfjörðum, þeir geta ekki sinnt sínum sjúklingum sem búa þar og það þarf að flytja með sjúkrabíl eða eitthvað og það þarf kannski að flytja á hérna, þeir flytja á kannski Austfjörðum, flytja á Mývatn og þá þarf að flytja öðru sjúkrabíl hér til að hann kom á Mývatn, sækja skurðan. Hann var ekki gistur hérna og þeirra bara að búa bara sjálfur hann á hann með allir tilbaka. Það var ruggar það. Það ekki eftir lægi. Það ekki vera sjúkrahús allar landsbyggðina því að þetta gengur ekki. Þetta kemur bara því að það verður bara búið á Akureyri, höfuðborgarsvæðinu og kannski á sunnan. Eins og flugvöllurinn. Ef að flugvöllurinn Reykjavík er tekinn, hvað þá? Við erum hér, Akureyri, ef það gerist í Vestmannaeyjum, þá þarf flugvöllurinn að fljúga hérna til Vestmannaeyja og svo þaðan til Reykjavík. Þetta skiptir bara sköld, þetta er mannslíf sem við erum með. Ef það var að flytja flugvöllurinn annað heim, það er bara allt í fjandast. Við deyjum hérna landsbyggð, þetta verður allt í Reykjavík. Það er ekki lægi. Ok, er það spurningarna, já og nei spurningarna, að því þetta, eru þær þá varðandi rafmagnið og svo varðandi sjúkrahús? Ok, þá er þetta bara já og nei spurningar? Ég þakka innlega fyrir þessa flottu ræðu og býði velkomin í Alþýðufylkinguna. Það ekki alveg að starta bara já eða nei varðandi rafmagnið, það þarf ekki auka rafmagnsframleiðslu, það þarf eins og að auka afhendingar öryggi. Varðandi seinni spurninguna, ég vil ekki að flugvöllurinn Reykjavík verði lokað og ég vil að sjálfsögðu efla alla heilsugæslu og sjúkrahús á landsbyggðinni. Til dæmis ég bý á Húsavík, sonardóttir mín var síðasta barnið sem fékk að fæðast á Húsavík, næsta barnabarn fæddist hér og þetta er alveg fáránlegt að hvernig farið er með sjúklinga á landsbyggðinni í landi. Ég sammála fyrir eina orðið sem það og það já, já. Það ég held að sé ekki að það er bara já, já, og það er sammála. Því að það er samt að afstofan okkar allra henni, þegar já, já. Við vilja hafa rafmagnsöryggis afhendingu hér. Það er náttúrulega áætlað eins og mikil að vist. Nýjar líka hérna takk það er frá Höflu og Blöndu, sem hefur verið skipulagsverð í langan tíma. En innviðirnir eru allir niðurlögum. Þeir eru allir að sýkja eina allir innviðna. Það er frífösun og rafmagni í Breiðafirði eftir. Þannig að mann geti ekki bara fyrir bændur og sjávarþorp og annað. Það vandar sem frífösun og það er sami heilbrigðiskerfi. Það er búið að leggja af og víkka alla rafmagnsstæðin bara eitthvað. Þannig að það er einlega stefnumkvörðin hjá okkur að endurreist heilbrigðiskerfið á landinu. Takk fyrir. Takk fyrir þín orð. Svarið við fyrir spurningunni er já og það er þannig að það er til rafmagn eins og þeim komið hér fram. Það þarf að koma því bara hingað í fjörðinn. Stóra vandamálið er hjá skipulaginu og hjá sveitarfélögum og dreifingaraðilum og skilin sendur það hvort það sitja loftlínur eða hvort það fara með jarðstrengi. Það þarf að vinna í þessu hratt og örugglega. Ég tek alveg heilsu að segja já. Hvað var það seinni spurninguna með sjúkrahúsin? Þá eru náttúrulega sjúkrahús vísaður um landið, Vestmannaeyjum, Neskaupstað, Ísafirði, Akureyri, Selfossi, Akranesi líka.
Við eigum að efla þessi sjúkrahús. Það er Húsavíkursjúkrahúsi, það er sjúkrahús á Húsavík líka og stóra vandamáli með mörg af þessum sjúkrahúsum það er þannig að það er mjög erfitt að fá sérmennta lækna til þess að vinna á sjúkrahúsum. Við erum bara í stórkostlega vandræðum hér á Akureyri með að fá sérmennta lækna. Og ég held að það sé grunnþörfin, grunnástæða fyrir því að það sé verið að reyna að efla heilsugæsluna á öðrum sviðum heldur en einmitt sjúkrahúslegu og sjúkrahúsþjónustu. En svarið er já líka þessu. Já, það er nú ekki nóg eins og húsið segir að það þurfa að koma rafmagn hingað í fjörðinn. Það þarf að byggja upp innviðina, hvort sem það er rafmagn eða háhreiðanett eða samgöngur allt land, þannig að fólk eigi sér einhver vonu lífsskilyrði í hinum dreifðu byggðum. Við þurfum að efla heilbrigðisþjónustu allt land. Það verður gert með 2 öflugum sjúkrahúsum á Akureyri og Reykjavík og síðan að byggja upp almenna heilsugæslu sem að byggist á opinberum rekstri og nýta peningana núna sem að leka yfir í einkakerfið og sérfræði reksturinn og nota það til hagsbóta fyrir fólk allt land. Já, það er 2 já á mig. Varðandi heilbrigðisþjónustuna þá hefur framlög til heilbrigðismála aukist 38 milljarða á undanförnu, 16% raunum, en það þarf að gera miklu betur og það á að vera þannig að hvað sem þú gerir á landinu, þá áttu að eiga aðgengi að grunnþjónustu sem eru heilbrigðisþjónusta, án þess að þú þurfir að vaða eld og brennistein á milli bæjar til að í vittlausu veðri vetur. Þannig að já, það þarf að byggja heilbrigðiskerfi á landinu. Já, við höfum líka talað rafmagnsmálin hérna fyrir það og við höfum það þarf að auka öryggi til að sé að ganga í Íslu að fá rafmagn hérna alls staðar og það þarf að auka þetta. Það þarf tryggja það þarf rafmagn út um allt. Ég vanda sambandi við heilbrigðiskerfið, við erum okkar að leysa hérna seinni partina og heilbrigðisþjónustuna og yfirstjórnarþjónustu við erum meðlega. Öllum skal með lögðum tryggður réttur til aðgengilegra, viðeigandi og fullnægjandi heilbrigðisþjónustu. Þetta fyrir mig. Já, við viljum byggja innviðina og það er virkjunarlínurnar og við ætlum já að auka heilsugæsluna á norður og norðurlandi og austurlöndum og einmitt við Reykjavík þá viljum við halda hana þar til að kynna betri lausn. Ef það er hægt að finna betri lausn þá er það samt mál. Takk fyrir. Það er einstu já og nei spurningar sem ég veit. En auðvitað þurfum við að efla og auka afhendingar öryggi á rafmagni hér sem annars staðar. Það er í raun og veru kostulegt fyrir Ísland að vera í þessu stöðu. Við erum nú þegar að virkja nánast hverja einustu lækjastrænu á landinu. Við erum nánast hverja einustu lækjastrænu á landinu virkja það. En almenningur býr ekki við orkuöryggi. Lítið fyrirtæki búa ekki orkuöryggi vegna þess að við senda þessa orku á spottprís til erlendra auðlýsinga. Það er kostulegt staða. Það er umhugsanlegt fyrir okkur að vera í þessu stöðu í dag. Varðandi sjúkrahúsin, þá liggur það ljóst fyrir eins og hér var nefnt. Hér verða 2 meginsvæði þar sem eiga að vera góð og fullkomin sjúkrahús. Það er Eyjafjarðarsvæðinu og á Suðvesturhorninu, síðan vegna landfræðilegra þátta er á Vestfjörðum og á Austfjörðum. Það verður að tryggja góð sjúkrahús sömuleiðis. Að öðru leyti munum við þurfa að treysta á og það er, ég hef alltaf sagt, að besta heilbrigðismálið eru góðar samgöngur. Þannig við þurfum aldrei að vera með einhverjum lágmarkstíma frá hvaða stað sem við erum á landinu á næsta góða sjúkrahús. En það var það ykkur. Góðan daginn ágætu frábjóðendur. Ég vil byrja að þakka ykkur fyrir að koma hérna í dag. Báðan heiti ég. Ég ber að okkur búið 645 sjúkraflug á landsliðinni til Reykjavíkur og landsliðinni. Í ljósi þeirra tölfræði og ég vil vita afstöðina gagnvart Reykjavíkur. Hvort er ég að halda áfram að verða í landsliðinni eða vil ég fara eitthvað þannig? Ég sagði áðan ég vil að flugvöllurinn verði kjört í Vatnsmýrinni. Já, þannig ég með hérna
önnur spurning, Björgvin, þú svarar á seinni spurningunni fyrst. Já, Hver var fyrir? Þessi sem þú svaraði? En nú er að koma önnur. Já, fyrir. ég væri að hver afstæðan til sjávarútvegsskóla sem fólkur finnst yfir réttlátt að auðlindir Íslands séu í bara einstaklinga eða fyrirtækja. Hver er afstæða flokksins til sjávarútvegsskóla? Já, takk fyrir. Og fyrir ég afstæði líka á þessu. Við viljum gjörbreyta kerfinu, það er að segja hvernig kvóta er úthlutað. Og við viljum byrja á því að innkalla allan kvótann og láta sveitarfélögin, eftirláta sveitarfélögunum til að byrja með að auglýsa hér kvóti eða við greiðan þá fyrir að borga fyrir það. Takk fyrir. Það er alveg klárt að flugvöllurinn verður að vera í afskrifinu þar til önnur eða betri niðurstaða koma. Það liggur ekki fyrir. Og það er afskaplega pirrandi að horfa upp á það að við skulum vera með stjórnmál og stjórnmálaafl sem við bæði fjármálaráðuneytið, innanríkisráðuneytið, heilbrigðisráðuneytið og það gerir ekkert til að leysa það. Við gætum að leysa það með áhuga væri hendi, en nefnum samt að brjóta sig yfir hugað áfram. Sýnið það með verki og gerið í hlutum. Þetta er öll þessar áhuga. Við stöndum hér á eftir og það er að rífast á flugvöllurinn ekki. Við veitum ekki hvað þetta er að verða. Við viljum flugvöllurinn áfram að ná áhuga heimann til en að búa ákveðið byggðarfell. Við höfum hvað það. Það höfum við ekki í dag. Og varðandi sjávarútvegsstefnuna þá er þetta kannski umdeildasta mál Íslandsstofunnar núna á öllum tímum og hefur verið lengi. Það er ofboðslega grátlegt að horfa upp á það að þjóðin fái ekki sinn af því sem það ættast. Það er grátlegt að tökum bara dæmi að við þurfum bætur eða kemur að lánastétt og svo þurfum við kvóta og peninga eða kemur að kvótamálum. Við viljum uppbóðsleiðina og þýra henni og fara á leiðina. Við njótum öll að því. Takk. Já, áður en að byrja þá ég minni ykkur á að þetta er 1 mínúta fyrir báðar spurninguna. Og þetta er mjög tíma. Flugvöllurinn á sínum stað og mér finnst það furðulegt að ráðherra ríkisstjórn skuli hafa getað afsalað varanlega miðabrautinni og loka henni með samningum við samflokksmenn sína í Reykjavíkurborg og það bara heldur. Það veist ekki að það hrófla við því. Nú, fiskveiðimálin eru annað aðalmáli hjá Dögum. Það er að segja uppstokkun á fiskveiðikerfinu. Og frjálsar brókaveiðar í kringum landið. Það er ekki hægt að óveiða með brókum. Það heitir aftur lífið fyrir þetta. Við höfum verið að fara að kaupa fiskvarið, við erum bónus að kaupa fiskar og að byggja eitthvað milli landa og pakka erlendis inn í afturðu okkar. Við viljum sem sagt uppboðsleið á fiskveiðiheimildum, sem á færingar gera. Þeir eru að bjóða kvótan upp til 1 eða 10 ára í Blöndu og fylgjast mjög vel með hvað þeir eru að gera. Og svo viljum við aftan ferskan fisk á markað. Við viljum aðskilja milli þannig að menn hafi þessi minni samkeppni að komi rétt fiskverðu. Það er 30–50% lægra verð til sjómenn þeir fái skiptaverð í dag heldur á þeim sem er eitthvað sem vinna fyrir fisk sjálfur. Og það er að stöða það í sveitarfélög og ríkið og alla fyrir. Takk fyrir þetta. Það er ekki að hafa mörg orð flugvöllinn. Sjálfsögðu styðjum við framsóknarmenn flugvöllinn áfram í Vatnsmýri höfum alltaf gert. Það er þannig og ég held að við séum allir á sama meði og ætlum að aðstoða í því. En það er mikilvægt að sjávarútvegurinn uppfylli 3 skilyrði. Það er í fyrsta lagi að auðlindin sé nýtt á sjálfbæran hátt. Í öðru lagi að nýting auðlindarinnar sé arðbær og geti skilað arði til þjóðarinnar. Og síðan í þriðja lagi að treysta atvinnu og byggðum landa. Ég á með hins vegar draum í öllu þessu kvótadæmi að það er að ríkissjóður verði svo velstæður í framtíðinni að hann geti keypt allan kvóta af þeim útgerðum sem að hafa fjárfest í kvóta og honum verði úthlutað aftur til lengri tíma með eign þjóðarinnar að leiðarljósi. Flugvöllurinn á að vera... Flugvöllurinn á að vera nákvæmlega það sem hann er í dag ef eða þangað til betri lausn finnst.
En gleymum þið ekki að flugvöllur er eins og hús, eins og snjallsími, eins og tölva. Þetta er instrument, þetta er tæki. Breyttar þjóðfélagsaðstæður geta leitt til þess að það getur opnast möguleikar sem eru betri fyrir okkur að hafa annars staðar, eins og til dæmis í Hvassahrauni með tengingu innanlands og utanlandsflugs. En þjóðin, hún er of lítil til þess að geta týnt sér endalaust í þessu skopgröfum sem hafa verið. Það var að sjávarútveginn, það var að rétt, það er sjálfbærni, það er efnahagslegu stöðugleiki og það er félagslegu stöðugleiki. Það er ekki félagslegu stöðugleiki. Í dag er það þannig að útgerðirnar taka 90% af arðinum, þjóðin fær 10%, við viljum fara í uppboðsleið án þess að kollvarpa greininni og við viljum að þjóðin fái réttmætan arð af greininni til þess að geta byggt upp menntakerfi, heilbrigðisþjónustu og allt þetta sem þarf til. Já, varðandi Reykjavíkurflugvöll þá, já, hann er í Vatnsmýrinni og verður að vera í Vatnsmýrinni þangað til að þangað og ef önnur breytist staðsetning finnst. Ég er að tala um að sé að það sé annað hver dag út bara úr þessu kjördæmi sem að menn fyrir að lenda í Reykjavík á Reykjavíkurflugvelli. Þeir er verið að skjóta á þetta með af hverju Sjálfstæðisflokkurinn var ekki að gera neitt í flugvöllumálum, en hann getur mjög skýrt. Ég ætlaði að félagi sem í Bjartri framtíð sem í meirihluta í Borgarstjórn Reykjavíkur sem eru að hægt og rúlega mörka líka úr flugvöllum. Varðandi sjávarútveginn, þá er það þannig að íslenska sjávarútvegur er í fremstu röð í heiminum. Þetta er að ég held eini sjávarútvegurinn innan OECD sem er ekki ríkisstyrkur. Þannig að kerfið er gott. Það er gríðarleg nýsköpun í íslensku sjávarútvegi. En það sem að kannski deilumálið snýst er hver ætti skiptingin af auðlindarentunum á að hækka veiðileyfagjöldin. Það má taka það til umræðu. Það sem við þurfum svolítið að hafa í huga þegar við tölum um sjávarútveginn er hvernig skilar íslensku sjávarútvegur mestum hagsmunum til íslensks samfélags í heildarmyndinni. Þetta snýst ekki bara krónur. Þetta snýst hversu mörg störf hann skapar, hversu miklar útflutningstekjur hann skapar. Já, takk. Já, startaðu við flugvöllinn. Það sem skiptir mestu máli er samgönguöryggið. Þá er ég að tala um að hann þurfi gersamlega nauðsynlega að vera í Vatnsmýrinni. Þetta er bara það að það verður að vera flugvöllur. Hann verður að vera nálægt sjúkrahúsinu, þar sem það er verður. Það verður að vera hægt að fljúga á hann. Samtidig við sjávarútveginn, við viljum að fara upp á leiðina. Við viljum afla leiðina á uppbót, við viljum leiðingarnir sem verða til í þessari grein verði að meira lagi til heima á Íslandi og verði eftir heima á Íslandi. Við viljum að allir fara á markað, við viljum frjálsar handfæraleiðir í kringum landið því það er hægt að, eins og það áviða og rók. Já, endilega kynnið ykkur betur. Það er fullt til. Já, Reykjavíkurflugvöllurinn var sínum stað sem við finnum í laust og með sjávarútveginn þá ætlum við í staðinn fyrir lækkandi veiðileyfagjöld þá ætlum við að skipta þau út fyrir að hluti fer á uppboð. Og ef það þarf að kaupa það er það sem við komum að við erum fremstundur flokkur sem er samt með almannahagsmuni yfir sérhagsmuni og það er sérhagsmunir útgerðarmanna að þeir lækki veiðileyfagjöldin og að það komst ekki annað. Því ef það kemst ekki annað en að markaði núna eftir lokaði klúbbur þú verður að eiga kvóta og það er ekki að láta þér fá hana en þannig að verður nýliðum mögulegt að koma inn á. Við erum ekkert að móti sjávarútveginum, Stjáni Vilhjálmsson er voðalega krúttugur maður, hann heifaði til mig daginn, en það má ekki bara láta alla þessar peningar fara til svona 10 manna, þannig að við ætlum að bjóða upp hluta af kvótanum. Takk fyrir spurninguna. Þannig að flugvöllur fyrst að þá held ég að við gerum öll grein fyrir því hlýtur að vera að flugvöllur fastanlega það verða allir þar á til eilíða lús og það mun gera þennan flugvöll eins og annan en það verður þá tryggt í mínum huga að hann þjóni ekki bara þeirri byggðsamenn er í, það sé Reykjavík eftir okkur öllum bæði varðandi þjónustu, ekki síst á heilbrigðisþjónustu og aðra þjónustu við jafna þann aðgang að henni. Þannig að það er ekki flugvellar sem verður það í huga og ekki síður Reykjavíkurflugvallar. Varðandi sjávarútveginn að þá var það svona skemmtilegast og hressandi mótmæli sem ég upplifði hérna síðustu kjörtímabili. Það var þegar landslagið íslenska útvegsmanna sinnti skipunum sínum við land til að mótmæla sjávarútvegsstefnunni sem ég stóð fyrir. Að segja að það er auðlegðargjald, að það er auðlindagjald, það sé gjald af því að fá að nýta auðlind sem einhver annar á. Það er sanngjarnt
Það er ósanngjarnt að gera það ekki. Það er ósanngjarnt gagnvart okkur sem eigum hana og það er líka ósanngjarnt gagnvart þeim sem nýta hana. Menn eiga að greiða fyrir það sem fá að nota sem aðrir eiga. Halló, það er svona margir sem að vilja koma stað með spurningu og eru þið til að taka 3 spurningar á sama tíma. Hér kemur þá fyrsta spurningin. Góðan daginn, ég heiti Vala. Af hverju ákveðið þið fyrir framboð? Góðan daginn, ég heiti Elisabeth og ég spyrja af hverju eigum við að trúa að þið getið staðist í það sem þið segir ykkur að þið ætlið að gera? Daginn, ég heiti Lóa og mig langar að spyrja hvað eru konurnar og hvað viljið þið gera til og hvað viljið þið gera til að minnka kynjamismun í samfélaginu? Já, ég fór í framboð af því ég er komin með alveg upp í kok af einkavæðingunni og við snúa af fyrri feigðarbraut. Nú, varðandi það að treysta okkur, ég get ekki svarað þeirri spurningu. Við Alþingi lofar ekki að stefna hennar muni sjálfkrafa leiða til upprætingar allra spillingar á Íslandi. Við lofum heldur ekki neinum patentlausnum. Það er eins og komið tími á að reyna aðra leiðir en leið einkavæðingarinnar, leið kapitalismans og ég skora á alla sem búnir eru að fá upp í kok af kratísku lausnum á kapitalismannum að koma til þessi aðeirringuna. En hver var þér spurningin? Já, konurnar. Við í Alþýðubylgjunni á Norðausturlandi, við tölum við ansi marga konur, en niðurstaða sú því miður að þær ekki nema 5 á listanum hér. Konurnar verða að spyrja sig sjálfar af því af hverju þær taka ekki þátt í pólitík. Já, ég tek þátt í pólitík því ég trú á því að ég get gert gagn. Ég brenn fyrir réttlæti með ákvæða stuðræði og vinna af þeim málum. Björn Framtíð hefur fyrir það út fyrir að ekki að vera stór kosningalófur sem treystast ekki endilega til þess að standa við. Við förum ekki að standa með stór kosningalófur. Við lofum vinnubröðum, við lofum breyttu viðhorfi, stöndum við málefni. Björn Framtíð hefur staðið við það sem ekki málflokk. Björn Framtíð hefur getið unnið með öllum flokkum. Hefur getið komið að málamiðlum og að lausnum. Björn Framtíð hefur líka staðið fast á sínu. Það er eini flokkurinn í heilsinni sem stóð gegn skuldaleiðréttingunni á sín tíma, sem nýttist bara ákveðnu hópi í samfélaginu. Það er eini flokkurinn í heilsinni sem stóð gegn búvörusamningunum, ekki að það var á móti bændum, að því samningur var illa unninn. Varðandi konur þá var Björn Framtíð feminist af. Það sést ekki ég þess. En við erum með jafn kynjahlutfall hjá öllum og það er eitt atriði sem ég skil ekki þegar við komum að kynjamálum. Það er óútskýrður launamunur. Af hverju er þetta til? Af hverju er að bjóða upp á? Ef það er óútskýrður launamunur, þá þarf að leiðrétta, það er að leiðrétta á morgun, það er einhver nöfn handa bak við sem það er að leiðrétta strax. Þetta er óþolandi. Já, og það var spurning af hverju maður fór í framboð og það var við spurning að segja því að þetta er tiltölulega náttúrulega brjálæði að það er framboð. En maður sér sem sagt eins og ég sagði í uppbæðum, maður sér þessa háu vexti, maður sér verðtrygginguna, maður sér fólk flytja á landi sér eftir annars staðar eiga miklu betra líf. Maður sér örfáa menn eiga allan kvótann, flestalla bankana, safna öllu að sér og á meðan ellilífeyrisþegar og gamalt fólk hefur það skýrt. Það er eina mannsfrægur að því að fara í konum. Það er að taka þátt í starfinu og reyna að velta borðum lífstarfana í landinu og skipta jafnt.
Af hverju ættu það að trúa okkur? Það er eiginlega bara vegna þess að það getur ekki að vera. Það er bara, við erum búin að vera með 4 flokka undanfarin ár og það er erfiðara í að komast að tala. Það er búið að planta ýmsu í stjórnkerfið, alls konar trings. Það er ekkert alveg augljóst að menn ná í árangri. Ef menn ná að árangri með samræðu stjórnmálum eins og dreifum þetta á, já, konur er eftir að búið með tíma. En við, sem sagt, við erum með náttúrulega aðra hverja konu hjá okkur, eina konuna en konan en aður. Ég sem sagt, við virtum listan okkar mjög seint í dögum og það er klárað með hópurinn af því við vorum að pressa konur og taka eftir sig. Ég get ekki sýnt það aftur að fólk eða allar þeim konur sem við stöðum við. Og ég veit að Benedikt í Viðreisn var búinn að tala við aðra hverja konur hérna í bænum og að taka annars eftir sér og gekk við. Þannig að það var eitthvað að gera þess að bæta þessu umræðu. Þannig að stjórnmáli verði ekki þannig að konur vilja ekki taka þátt í. Vala af hverju er ég að gefa kostunum. Ég hef bara trúið því að ég geti gert gagn. Ég finnst þetta líka alveg stórskemmtilegt að vera í pólitík. Ég var varaþingmaður 2007-2009 og svo 2009-2013 og kom inn á Alþingi áðurum þingum og fannst það mjög gaman að geta komið mínu skoðunum á framfæri. Nú Elísabet af hverju að trú okkur. Það er nú bara þannig með okkur framsóknarmenn fyrir síðustu kosningar, þá lofuðum við leiðréttingunni, við stóðum við það. Við lofuðum að taka stöðugleikaskattinn allt hressilega, við stóðum við það, við stöndum við stóru orðin okkur með framsóknarmenn. Svo verður bara einhver að meta hvernig þið viljið taka á þeim málum. Hvað var með konurnar mínar, þær eru allar uppteknar inn á þingi, eða báðar eftir að sagt, sem eru í sætunum fyrir ofan mig, já. Ég er nú eftir sem stóni við ykkur. Ég heiti Sigfús Karlsson og er í 4. sæti fyrsta rannsóknarmanna í Norðausturkjördæmi. Þið kynntu mig ekki á það. En þær sem eru í sætunum fyrir ofan mig, þær eru fastar inn á þingi og þess vegna var ræningin ég sendur í ykkur. En konurnar eru hjá okkur og við skipum listana jafn konum sem körlum. Það er ekki að verða mál. Já, því það ekki framboð fyrir börnum mín. Ég þoli bara illa að horfa upp á ríkt land eins og Ísland, smátt og smátt verða auðræðið að bráð. Þar sem að peningar eru að safnast á nokkurra manna hendur á meðan við getum ekki sinnt grunnþörfum allra sem að hér búa. Traust er ekki hægt að kaupa, því er hægt að lofa og vona það besta. Ég veit að stundum hefur Samfylkingin ekki brugðist, en hún mun reyna að gera sitt besta. Pólitík er vinna málamiðlana og stundum verðum við sjálf fyrir vonbrigðum með það sem við gerum. En við viljum byggja betri heim. Það er vandræðilegt að sjá enga hvoru hérna og ég skammast mín eiginlega fyrir það. En þannig háttar til að Erla Björg mun fara í menntaskólann og ég hingað. Samfylkingin er hins vegar feminist afl og við hefum fyrsta kvenkyns forsætisráðherrann, fyrsta kvenkyns fjármálaráðherrann og ásamt Bjartri framtíð þá eru flestar konur í efstu sætunum hjá okkur. Já, fyrsta spurningin, af hverju ákveðið að fara í framboð? Ég held að ef þið horfið yfir framflugmennina einn dag með fullum verðingurum, allt átmenn, þið sjáu hvernig meðalátturinn er. Ungt fólk er bara ekki sjáanlegt í pólitík. Þetta er leikur ákveðna típur sem eru þessi miðaldra karlmaður og aðrir eru bara einhvern veginn ekki með. Og þess vegna ákveði ekki á kostum. Maður tuðar mikið frá við sjónvarpið og vissin hausinn, en við breytum eins og það engu nema að gefa kost á okkur að taka þátt. Og þess vegna gaf ég kostum mér og ætla að taka þátt og berjast fyrir því sem ég trúa á. Af hverju ættum við að trúa því að við standaði það sem við lofum? Það er í raun og veru ekki hægt að biðja manna heldur en traust. Og ef þú sýnir á þessi traustisverðir, þá treystir fólk þér. Þú átt ekkert inni hjá fólki. Og þið eigið ekki að trúa stjórnmálamönnum sem er að lofa núna öllu fögru fyrir kosningar að þeir muni standa við allt og allt. Sum loforðin eru algjörlega fráleit. Menn eru að lofa ævintýralegum útgjöldum og ríkisvæði sem maður líkast ekki staðið við. Þannig að þið verðið bara vega með það. Af hverju ætti að treysta fólkinu? Ef fólki sýnt eitthvað hingað til
að þið ættu að geta treyst þeim og ef svo þá ættu að treysta þeim. Númer 3, hvað eru konurnar? Við erum með það þannig hjá okkur, góð spurning, að við skiptum þess á milli okkar. Það bara heitir þannig á að ég kom hinn í dag. En að því sögðu þá held ég að sé sem sagt þannig að við karlmenn þurfum aðeins að hægja hísi upp okkur ef við ætlum að fá konur til að taka þátt. Við getum ekki sagt ykkur á staði hérna þetta er bara konum að kenna. Við getum ekki varpa sökjunni á þær. Það var þannig í Bandaríkjunum í réttindabaráttu blökkumanna, þá var það þannig að þeir börðust fyrir sínu réttindum. Það var hins vegar ekki fyrir hvíta fólkið tók og hissaði upp um sig og fór að standa með þeim á einhverjum breytingar raunir. Þannig að við karlmenn, þurfum að fara að hissa um okkur ef við viljum hafa fleiri konur. Takk. Já, af hverju býð ég mig fram, af hverju ég framboði? Af því ég vil okkar breyta hlutunum, af því ég skoðar á hlutunum. Ég hef alltaf skoðar á stjórnmálum, ég hafði ekki hugmynd að það voru skoðarir á stjórnmálum. Ég satt að bölsótaðist, helviti stingmenn, helviti stjórnmálum, þetta er áttundleðinni og kvartaði svo yfir verðlæginu. Já, hvað var það? Af hverju þetta treyst okkur? Guðrabæðum ekki treyst okkur í blindni. Lesið ykkur til, skoðið stefnunar, kynnið ykkur fólkið, athugið hversu vel flokkunum hefur gengið að standa við sín orð áður. Komið á allar kosningaskrifstofur og talið við okkur, fáið tilfinningu fyrir okkur. Kjósið eftir eigin samfæringu, ekki bara glepjast við einhverjum sem að lofa ykkur þeim stærstu og bestu. Hugsið. Og hvað eru konurnar? Ég gerði heiðarlega tilraun til að vera kona í nokkur ár, það gekk ekki rosalega vel. Önnur hver kona, annar hver oddviti hjá okkur er kona, annar hver þingmaður. Við fengjum inn alla þá sem við eigum inn í samkvæmstöðarkönnum er kona. Því við þá bara geti ekki hjálpað í þingtilvíki ekkur núna. Já, ég býði fram að því að fyrir bara nákvæmlega 8 árum þá fjallaði bankarir. Ég var 11 ára, ég skildi ekki neitt hvað þetta var, en bara í núna 8 ár það hefur verið að fylgjast með mjög mikið og þannig að, en það er aðalega 2 hlutir sem láta mig fara í framboð fyrst. Það er að ég vil vernda réttindi 18 og 19 ára einstaklinga og hinsegin einstaklinga sem tvíkynhneigðir og af hverju ætti að velja Viðreisn, af því að ég ætlaði nú að bjóða mig fram fyrir annan flokk áður, en síðan kemur flokkur sem bæði frjálslyndur, markaðssinnaður og setur almannahagsmuni yfir sérhagsmuni. Og varðandi konurnar, við erum með 50% konur á lista og varðandi laun, þá ætlum við að þá verður launavottun lögbundin. Já, varðandi annarsætið í Norðausturkjördæmi, þá heitir hún Betty og hún komst ekki í dag, hún kloppallaðist, en hún er aðstoðarskólameistari í Naustaskóla, það er bara mjög fín kona, þannig að það er kannski að kynna þetta betur. Takk fyrir! Takk fyrir spurningarnar. Þetta taka þá síðustu fyrst, það er að segja varðandi konurnar. Kona sem var bókuð hér í dag er föstur í Alþingi, heitir Bjarki Gunnarsdóttir, skipar annarsæti á okkar lista og komst ekki hingað. Næsta er föst í kennslu í framhaldsskólanum á Hesturstað, komst ekki heldur, en við bara skiptum þessu verkefnum á Miðflokksins, það var ástæðan fyrir því. Af 6 kjördæmum leiða konur í 4 hjá Vinstri grænum. Formaður flokksins er kona, sömuleiðis, og hvers vegna ætti fólk að treysta okkur? Það er vegna þess að við höfum náð að breyta þessu. Við þurfum ekki að breyta þessum hlutum að handafli og okkur eins og aðrir flokkar að þetta gera. Það er að við höfum tekið afstöðu til þess að það er rugl sem hefur komið fram og margir halda fram og kom fram hérna áðan. Það sé erfiðar að fá konur til að taka stjórnir í stjórnmálum heldur en karla. Ég hlusti ekki á svoleiðis þvælu. Það er bara að skapa rými fyrir alla til að geta verið með. Það er það sem við höfum gert og við höfum getið staðið við það, þess vegna þetta treyst okkur hvað þetta var varðandi, þess vegna ég er bara í stjórnmál ef í pólitík. Ég var gaman að því, ég er gaman að ræða á lífsins sem ég hef, ég er gaman að deila henni með öðrum, ég er gaman að hlusta á aðra, gaman að rökræða stjórnmál og það eigum við öll að gera. Heyrið þið mig núna? En þú fáið 2 spurningar viðbót og svo held ég að þetta sé komið. Já. Takk. Halló? Já, mín spurning er eingöngu á Bjarta framtíð.
Þú byrjaði að spyrja okkur hvers landsliðs væri verið, þú veist, ákveð spurning. Eða það var hinum fólkum sem Jósef að spyrja bara þig, þetta breytist. En síðan spurði okkur hvort það verið þreytt, sem að ég held að getum allir saman svona, flestir kannski þreyttur á þessum fólki. Og síðan það var bara kjósum til flott. Þú gafst okkur einhverja stefnur eða hvernig það var að laga, eða hvað það var að laga nákvæmlega. Þegar það umræði þetta byrjuð, við erum svona kalla, þess að okkur geta leiðið þetta verðum. Góðan daginn, Pálmi heiti ég vil bara þakka fyrir öllum fyrir að hafa mig. Og mín spurning varðandi íbúðakaup. Nú hræðilegt fyrir ungt fólk að ætla að fjárfesta í húsnæði í dag. Og ég vil svona fá kannski snöggt hvað það skref þið að gera til þess að bæta það. Takk fyrir. Já, en það östuð varandi íbúðakaupin af því ég verð að fara, ég þarf að vera húsnæði klukkan 1. Við viljum að húsnæðislán verði vaxtalaust, að húsnæðiskerfið verði félagsvætt eins og allt annað. Ég ætla að skilja hérna eftir dálítið að stefnuskrá og þar er slóð á síðun okkar og hér líka eitthvað dálítið meira húsnæðismál og menntamál. En sem sagt félagsvætt húsnæðiskerfi með vaxtalausum lánum. Takk fyrir. Já, ekki mínur. Við höfum framtíð fyrst og fremst frjálslynd, umhverfisvænt, miðjuafl. Við höfum það sem meginmarkmið að nálgast málefnin af virðingu og lausnamiðum. Ekki koma með eina ríkisleið og segja þetta eina leið sem virkar fyrir þig. Við komumst ekki áfram á þeirri stöðu. Við viljum sýna pólitíkinni meiri virðingu og hvort öðrum meiri virðingu. Ég lofaði því væri meiri þingmi gæta fram fyrir Alþingi, þá væri meiri virðing fyrir Alþingi. Ég bara lofaði því. Og ég tilbúin að sýna það samt að það. Varðandi eina spurninguna, húsnæðismálin, þá miklu vandamálum fyrir mér allan sem ég fyrst og fremst í gjaldmiðlinum. Ég get lofað ykkur alls konar peningum, lofað alls konar koma í húsnæði, en málið snýst áborgunarferlið, málið snýst fjölbreytileika, málið snýst það að hafa tækifæri til að komast í húsnæði sem að ræði við alltaf. Ekki bara eftir að byrja með, heldur á að klára málið. Fyrst og fremst viljum við að nýr gjaldmiðill muni leysa töluvert málið þessu. Já, íbúðakaupin fyrir ungt fólk. Íbúðakaupin eru fyrir fólk á öllum aldri. Og það nýjan gjaldmiðill. Vandamál íbúðakaup ekki það að ungt fólk eitthvað fyrstvíku. Það ekki það að þessi aldraðir upp með það, eða fatlaðir einhverjir, eða bingar einhverjir. Vandamálið allt á hófi vexti. Við erum með verðtryggingu sem ókaup á veittalánum. Við erum með 4% vexti ofan á það, við erum með jafnvægislán. Og þið þekkið það sko að Seðlabankinn að hækka stýrivexti til að slá á þenslu. En á jafnvægislánum þá dreifist það á 40 á tímanum. Þannig að það ekkert á þenslu, heldur kannski í mörgum ára seinna að slæða á þensluna. Þetta allt saman handstýrð atriði í hagstjórn sem hægt að breyta, uppstífa á krónunni og það þarf að lækka vexti. Við erum svona cirka 1% til fyrir nágrannlöndum og að afnema verðtryggingu sem við viljum gera með lagasetningu. Það stöðugleiki fyrir núna og það aðalmálið fyrir alla, ekki plástra. Samfélgið yfir lánleikur, bæturnar ykkar, 3 milljónir fyrirfram og sjálfstæðismenn og framsóknarmenn, þeir vilja leyfa okkur eitthvað vinstri með því að lánaður séreignarsjóðinn sinn á grösum. Það þarf að lækka vextina, það er framtíðar lausnir fyrir þjóðfélagi. Ekki plástra í allra. Hvað varðar húsnæðisspurninguna þá langar við bara til að benda á þau frumvörp sem að félagsmálaráðherra hefur lagt fram og hafa verið samþykkt á Alþingi nú á þessu kjörtímabili, núna á þessu ári og þau taka vel á húsnæðisvandanum. Það er alltaf hægt að gera betur. Ég vil ítreka það er alltaf hægt að gera betur. Þetta var niðurstaðan og við munum halda áfram framsóknarmenn að vinna að þessum málum. En ég held að ef þið kynnið ykkur þessi frumvörp og hvað í gangi þá það töluvert betri leið sem er í dag heldur en var hér áður fyrir.
En þess vegna við erum að hætta þessu þá langar mig bara þess að fá að þakka enn og aftur fyrir að fá að koma eitthvað. Þakka ykkur fyrir að fylgjast með okkur og ég hlakka gríðarlega mikið til þegar þið sittið eftir fyrir 29. október. Samfylkingin við fyrst og fremst byggjum langtíma þroskaðan leigumarkað, þar sem að leigutakar hafa mikil réttindi. Við þurfum hins vegar að bregðast við þessu akút vandamáli sem að fyrirspyrjandi benti á. Við erum að horfa upp á að fólk er að borga mikið meira í leigu á mánuði en það væri að borga í afborgunum af lánum, en það á ekki fyrir útborgunin. Og við ætlum ekki að lána einum eða neitt. Við ætlum að borga, við ætlum að gefa mönnum kostnaður upp á fyrirframgreitt í 5 ár vaxtabætur. Það þýðir fyrir sambýlinga 3 milljónir, einstætt foreldri 2,5 og fyrir einhleypan 2 milljónir. Þetta kerfi er ekki síst gott hér út á landsbyggðinni, þar sem að hlutfallslegur stuðningur verður miklu meira þar sem íbúðalán er lægri. En hins vegar eru bankarnir ekki að púsið að lána okkur hátt veðhlutfall. Eins og ég sagði áðan, þetta er unga fólkið okkar sem er að fara að draga vagninn fyrir okkur inn í framtíðina og við getum ekki nestað það svona illa. Þess vegna leggjum við til þessa leið. Húsnæðismálið. Vandamálið á húsnæðismarkaði er rosalega einfalt. Það er framboðsvandi. Það vantar meira húsnæði. Þetta er ekkert flóknara með það. Í hruninu gerði það að byggingakostnaður rauk úr öllu landi sem gerði það að verkum að það var svona stopp í byggingu. Þetta er vandamálið langvægt fyrir. Og hver eru lausnir við það? Lausnir við það eru ekki lausnir við eins og Sjálfstæðisflokkurinn er að lausna það núna og hefur verið í gildi sem séreignarsparnaði sem að gefa ykkur kleift að nota sparnað að setja í annan sparnað. Það er mögulega miklu betra að nýta peningi í séreignarsparnaði yfir í fasteignakaup vegna þess að það bara skýra sér miklu betur til ykkar í framtíði. En vandamálið er fyrst og fremst framboðsvandi. Ég hef stórar áhyggjur af göngulóði Samfylkingarinnar. Það mun hækka húsnæðisverð alveg gríðarlega. Vegna þess að vandamálið er ekki leyst. Það þýðir ekki að láta bara alla sem vilja fá 3 milljónir að kaupa sér fasteign. Þið vitið alveg, það er alltaf sæmilega vel gerðinni og sjá að það er x mikla framboði á húsnæði og svo allt í einu stækkar hópinn af kaupendum 1000 eða 1500 sem allt í einu komið með 3 milljónir á ríkinu og bara hækkar húsnæði. Þetta er ekki flóknara en það. Ég er aftur vonað því að Framsóknarflokkurinn, þeir hafa verið svona flokkurinn sem verður alltaf komið í 1 kosningalóð, 90% nánin eða fella niður skuldir eða eitthvað. Það komið mjög óvart að Samfylkingin hafi að stólið aðeins að fara að gefa peninga. En vandamálið er fyrst og fremst framboðsvandi. Það verður að vera stöðuríki. Við erum að borga á fyrirfram, ekki gefa þá. Já, en hvað ef fólki er með hærri tekjur að fá peninga á vatn? Þá er það að gefa peninga á lagi. Vandamálið er framboðsvandi. Það þarf að byggja meira húsnæði, það þarf að gera verktökum kleift að byggja ódýrar, litlar, hagkvæmar íbúðir og það gerum við með því að hugsa til lengri tíma, sveitarfélagið skapalóður, einfaldar byggingarreglugerðir og minnka byggingarkostnað. Þetta er ekki flóknara en það. Það er ekki alltaf bara nóg að huga að þeim sem vilja kaupa ykkur, það þarf líka að huga að leigu ykkur. Leiguverðið er alltaf hátt og já, það er rétt, það vantar aukna eftirspurn. Það vantar fleiri íbúðir. Aftur er ennþá íbúðir. Við erum með stefnu fyrir leigumarkað í vinnslu. Við erum með stefnu fyrir það að styrkja við uppbyggingu á húsnæði. Persónulega finnst mér að það mætti alveg liðka fyrir uppbyggingu á húsnæði þar sem meira yngur að gerist og það er mjög stefnum starta á. Við vitum líka það að það er íbúðir sem eru í eigu húsnæði sem eru ekki í umferð. Það þarf að taka á öllum vandamálum. Það er ekki nóg að koma bara með einu hús. Já, ég er alveg sammála því og við erum sammála að það vantar framboðið og það er ekki að gera mikið í því en það stærsta vandamál til þess að fólk kaupir svo lítið það eru vextirnir. Það er svona auðvitað að segja, já vextir eru mjög háir, við þurfum að gera eitthvað í því en við erum með lausnir við því, það er eitt ráð, lönntengjum, gjaldfyririnn okkar við erlendan gjaldfyririnn. Við erum eina eigandi sem með sjálfstæðan gjaldmiðil og mörg lítil ríki
hafa gert þetta tengt við gjaldmiðil sem stundar mikið viðskiptaværi annarkvæmt í okkar tilfelli evran sem er mun líklegri eða dólar eða bara hreinlega eitthvað annað. Þannig að þetta var gera til að lækka vexti þannig að fólk gæti keypt sér íbúð. Takk fyrir spurningunum um húsnæðismálin. Það er mjög mikilvægt og það er áhyggjuefni finnst mér. Það er niðurstöður sem hafa verið að koma undanfarnar vikum á mánuðum að versnandi kjör ungs fólks á undanfarnar mánuðum sem felast ekki síst í lakari möguleikum á að komast inn í húsnæði. Hvort sem það er leiguhúsnæði eða eigið húsnæði. Þessi kjör fólks yngri en 30 ára hafa versnað, ekki síst út af þessu. Og það eru auðvitað stóra hluta vegna þess sem komið hérna fram að það vantar húsnæði, að það þarf að byggja meira húsnæði, ekki síst leiguhúsnæði. Það þarf að bjóða upp á miklu fleiri úrræði heldur en að fólk eigi að kaupa sér eignir og koma sér inn í sitt eigið húsnæði. Við þurfum að hugsa húsnæðismarkaði eins og aðra þjóðir sem við höfum verið saman við hafa verið að gera með góðum árangri. Það er ekki góð lausn að fyrirfram greiða peningar til að kaupa húsnæði. Það er alveg hárrétt að við höfum reynslu af því. Það hækkar húsnæðisverð. Það gerir það dýrara til framtíðar. Við þurfum að hugsa í miklu dýpri og varanlegri lausnum heldur við skyndilausnum sem snúast það að bjarga okkur frá degi til dags. Ungt fólk á miklu meira skilið en það af okkar við leggjum fram ódýrarlausnum í húsnæðismálum og framtíðarmálum. Yngra fólks þurfum að gera það með miklu skilvirkari hætti. En fyrst eftir síðasta svarið og við síðustu spurningunni hérna í dag. Ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir fundinn. Mjög fínt fundur, mjög góða spurningar og ég ítreka það óskminni sem ég lagði hérna upp að fundast að það verði fleiri slíkir fundir hér á næstu misserum og árum. Bestu þakki fyrir mig. Ég þarf bara að byrja að þakka ykkur öllum fyrir að koma, bæði frambjóðandi, nemendur og kennurum og að fylgst með og spyrja spurningar. Þetta voru frábært. En ég ætla að minna ykkur á það að það er skuggakosningar í næstu viku þar sem allir með kjósa sem eru sem nemendur við skólan. Við erum bara komið með einhver skilríki hvort sem það tekur korti eða skólaskiptinni. Krakkar sem eru undir 18 að líka kjósa. Og svo er líka að þið öll sem eru orðin 18 að nýta kosningarétt ykkar. Þetta er svo mikilvægt svo lýðræðið á Íslandi sé í alveg lýðræðið. Bara endilega nýta kosningarétt ykkar og bara takk kærlega fyrir að koma.